Enginn getur allt, en allir geta eitthvað, slagorð vinnu- og hæfingastöðvarinnar VISS sem vinnustaður fyrir fólk með skerta starfsgetu, þar sem lagt upp með að styðja og efla starfsmenn í vinnu og virkni. VISS með starfsemi á Selfossi, Flúðum, Þorlákshöfn og Hvolsvelli, en við kíktum á Hvolsvöll sem nýjasti vinnustaðurinn en þau hafa starfað í rúmlega 1,5 ár. VISS vinnustaður þar sem við bjóðum fólki sem ekki gengur á almennu vinnumarkaði. Bjóðum þeim vinnu hér og það sem sagt byggðarsamlag sem rekur þetta. Þetta vinnustaður fyrir fatlaða og þá sem ekki rekast á almennu vinnumarkaði. Og hvað það að gera? Það nú ýmislegt sem við gerum. Við tökum til dæmis á móti alls konar efni sem við getum unnið úr. Við til dæmis rífum niður lín og klippum niður handklæði í tuskur og seljum 5 kíló í einu sem svona olíutuskur eða verkstæðistuskur. Þetta búið vinsælt og sum verkstæðin okkar eru með áskrift af þessu. Svo erum við líka með við erum farin að overlokka flottar tuskur sem mjaltatuskur. Er það nýtt? Það nýtt, já. Það var bara, kom fyrirspurn þetta og við bara, auðvitað, við svörum því. Við vinnum svolítið svona með samfélaginu. Ef það eitthvað sem einhverjum dettur eitthvað í hug, heyrðu, hvernig væri gætu þið gert svona eða, og þá bara, annarkvæmt getum það ekki. Og við reynum að svara öllu sem kemur svona út úr samfélaginu, út spjallinu við fólki í sveitafélaginu. Hvað finnst þér besta við þetta starf? Kærleikurinn sem er á þessum vinnustað, hann einhvern veginn skilar manni alltaf heim svo ánægðum eftir daginn. Og þetta líka svona, þetta allt svona, við erum öll voða róleg, þetta voða svona rólegu vinnustaður, svona kærleiksríkur og góðu vinnustaður. Það finnst mér besta við þetta. Hvað þið meira að gera heldur en þú búin að telja? Herðu, við erum líka í smíðum. Við erum með hamarinn og skrúvélina og borvélina og gerum alls konar. Við erum sem sagt búin að vera að gera svona fuglahús fyrir svona matarhús fyrir fugla, svona mathús. Það má alveg segja það. Það nýjasta nýtt að allir séu með mathús. Gott að hafa þetta í garðinum. Ég er með eitt svona heima og það var alveg notað gífurlega mikið í vetur. Svo erum við að búa til mikið af kertum. Það er alveg hellingskertagerð hérna. Og það er svona alls konar litaþema, alltaf gult fyrir páskana og rautt fyrir jólin og svo sem er mest og eiginlega eingöngu í kertagerð hjá okkur. Hún er svona versmiðja að við þurfum alveg bara að nú stopp. Þú þarft að fara að gera eitthvað annað, elskan, það komið svo mikið að kertum. Og svo erum við sem sagt í þessum tuskuvinnu alveg hreint, daginn út og daginn inn og og overlokka tuskur, það er mjög mikið. Hvað á ég að segja eitthvað meira? Svo erum við að pússa alls konar tréfígúrur og mála og það er svona ýmislegt. En það er nú ekki langt síðan þetta byrjaði? Nei. Hvenær byrjuðuð með VISS? Herðu, við byrjuðum með þessa VISS-stöð í janúar í fyrra. Þannig að þetta er rúmlega 1 árs gömul stofnun hér. Og hvernig skiptið störfunum á milli ykkar? Það fennum við eftir þá setjum við upp dagskipulag og svo bara svona þennan fyrsta hálftíma sem við erum hérna, þá komum við hérna klukkan 9 og hellum upp á kaffi og spjöllum svona hvernig okkur líður og hvernig síðasti dagur gekk. Og svo förum við svona að spekla í því hvað hver vill gera. Ég skal bara fara í þetta og ég skal bara fara í hitt, segja þau. Og það er bara yfirleitt besta mál og það er bara yfirleitt gengur þannig. Þannig að svona að raðast niður í það. Sumir treysta sér ekki eitt og annað og þá bara reynum við að finna eitthvað út sem er hægt að gera. Og hver finnst þér mikilvægt þess að hafa svona VISS-stöð hérna? Það er náttúrulega bara, þessi stöð er svo gjörsamlega búin að sanna sig. Og við erum hérna í gamla mötuneyti frá Dvalar og elli- og dvalarheimilinu hérna frá Kirkjukúli. Hjúkrunar- og dvalarheimili heitir þetta. Við erum búin að sprengja utan á okkur þetta húsnæði.
Við bíðum bara spennt eftir að komast í stærra húsnæði og það gerist kannski ekki alveg strax. Þangað til verðum við bara að vera bremsin að taka inn nýtt fólk. Það bara þannig og það þykir mér slæmt. Ég vil helst að fólk komist að sem allra fyrst í. Þetta stór partur af félagsþjónustu við fatlað fólk að það geti komist út, að eigi erindi á morgnana út úr húsi og hitta aðra og það skiptir mjög miklu máli. Finnurðu fyrir því? Já, algjörlega og það bara, fólk segir mér það sem hér. Það veit bara ekkert hvar það væri statt ef það hefði ekki þessa vinnu. Þannig að ég finn það alveg sannarlega og það búið að sanna sig að þetta vinna sem þarf heldur betur að vera til staðar. En það sem þið að framleiða sem nú ýmislegt, hvernig hægt að hafa sambandið ykkur og fá að kaupa hlutina af ykkur? Sko, við á Facebook og svo höfum við farið og verið með markaði bæði hér í Krónunni á Hvolsvelli og svo höfum við verið með markað líka á Hellu í stóru byggingunni þeirra, niður í Andirinu á búðinni þar. Og við bara keyrum á stað með fullum bíladóti og seljum. Og svo náttúrulega, eins og ég segi, það alltaf hægt að hringja í okkur og koma inn á Facebook og við fáum mjög oft fyrirspurnir á Facebook. Það svona, og svo bara kemur fólk í heimsókn sem betur fer. Það alveg velkomið? Alveg, sannarlega. Okkur finnst rosalega gaman að fá gesti. Eins og ykkur núna til mér, rosalega gaman að fá okkur í heimsókn. Það gaman að koma. Takk fyrir að leyfa okkur að koma. Já, það nú ekki mikið mál.